Þá komið að leikmönnum Skautafélags Reykjavíkur. Jóhann Ragnarsson, númer 80, Conor Wade, númer 19, Kári Arnarsson, númer 9, Axel Ragnar, númer 18, Sölvi Teig Atlason, númer 6, Markus Ólafsson, númer 11, Haukur Karlsson, númer 14, Edvard Kazak, númer 15, Níels Hafsteinsson, númer 16, Gunnlaugur Þorsteinsson, númer 17, Alex Sveinsson, númer 20, Jonathan Ortuna, númer 21, Arnar Karlsson, númer 23, Hákon Magnússon, númer 28, Helgi Bjarnason, númer 40, Þorgils Eggertsson, númer 64, Richard Völlins, númer 65, Sæmundur Þorsteinsson, númer 92, Lukas Giga, númer 95, Haukur Steinsen og þjálfaraliðsins Níelsson Akanski og Daniel Kóla. Jú, góða kvöldið, góðir áhorfendur, velkomin í Skautahöllina Laugardal. Þetta er hjartað í Reykjavík og hér er að hefjast leikur Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar í úrslitakeppni toppdeildar karla. Staðan í einvíginu 1-0 fyrir Akureyringa, unnu nokkuð samfærandi sigur fyrir norðan 7-4. En fyrsta liðið sem vinnur 3 leiki lyftir bikarnum. Umgjörðin öllin glæsilegasta, glæsileg leikmannakynning búin að fara fram, liðin koma sér fyrir á ísnum og dómarar leiksins Óli og Sindri sem er ásamt þeim Sæmundi Leifssyni og Ingólfi Elíasinni að stýra þessu leik, er að gera sér klára. Örlítil seinkun á þessari úrslitakeppni frá því sem, já, fyrirhugað var í upphafi. Það var eitthvað lið sem vildi fá að vera með en því var hafnað af dómstóli. En þetta eru þau lið sem enduðu í fyrsta og öðru sæti deildarinnar og keppa því til úrslita. Við að klárað reikrasta ísinn áður en við getum hafist handa. Sér Sæmi og Sindri er eitthvað að kroppa ísinn hérna við hurðina. Síðasti leikur fór 7-4, það var svona fór í aftastað, stöður 3-3 þá öðru leikluta, þá gerðu SA eitthvað sér lítið fyrr og eiginlega bara kláruðu leikinn, komist í 6-3.
og svo var eiginlega bara forsatrið fyrir að í þriðja leikluta að sigla þeim sigri í höfn. Eskfirðingar svo sem vanir að vera með bakið vegg í úrslitakeppni. Þeir voru 2 undir í fyrra en enduðu á því að lyfta bikarnum. Sælla minninga fyrir Eskfirðinga. Það er svona þá verið að gera leikvöldin kláran. Ég sé að hérna Bjarni stjórnleysir, hann er farin að skafa ísinn hérna við hurðina þar sem leikmenn hoppuður á sellið í kynningunni. Vantarlega eftir einhverja aðdáðsefndir frá dómurunum. Þannig að menn finna sér eitthvað til tundu setja með hann og skautaði ringi og taka spjallið. Erla er komið með skömmuna til aðstoða. Frábær sjónvarp hér í gangi í Laugardalnum. Ennþá, já, örfá sæti laus í stúkunni. Komið hérna fríður hópur norðamanna til að fylgjast með í kvöld. Rækilega merktir skautafélagi Akureyrar. Jæja, nú flautar Óli og þá getur þetta farið að hefjast. Bjarni töframaður æsir lífinn og það eru þeir fyrirliðinn Jóhann Leifsson hjá SA og Sölvi Atlason hjá SR sem býtast á bökkinn og Sölvi hefur betur. Gaman að sjá hvernig liðið mæta stend hérna til leiks. Þetta ferðalagi sitt eitthvað í norðamönnum. Þeir ætla að hefja fyrstu sóknina og eiga fyrsta skotið sem í óhann ver. Fristi hérna pökkinn og Sölvi Unni Blöndal segi ég. Full aðgangsharður við Jóhann Björgvin hérna í markinu. En allt leysist þetta í bróðinni og liðin gera skiptingu. Það eru Kári og Ólafur Björgvinsson sem ætla að berjast í þennan bökk inn í sóknarsvæði Akureyringa. Sörringar ná að reynsla þennan út en Ólafur kemur bara aftur inn um högginn. Tekur svo smá stöðu og reynir að finna Atla sem á skot sem er blokkað. Og aftur hérna bara aftur fyrir fram á markið og aftur nær Jóhann að frysta öflug byrjun hjá Akureyringum. Eskfirðingar í svona pínu brasi í sínu leik til að byrja með. Ólafur og Haukur Kalvinsson fær í þetta uppkast. Eskfirðingar halda pökkinn minni en Arnar nær þessu og setur pökkinn niður. Eskfirðingar díla við þetta frekar þægilega. Slökk sending hérna aftur og Jónatan nær ekki koma þessu út en telst í annarri tilraun. Það var Heiðar nálægt því að komast í gegn en þetta var stoppað. Þá fyrir pökkurinn yfir í væntanlega æsing.
Við erum ekki að sjá stórkostleg gæði á þessum fyrstu mínútu leiksins. Þetta er svona mikið fram og tilbaka, sendingar ekki að hefnast. Vonandi rætist úr því þegar liðið tekur leikinn. Alex Manni með pökkinn hérna niður í horni, snýr af sér einn. Þar tekur Edvard við honum. Og Alex Manni aftur með hann niðri. En pökkurinn hirtir á honum. Og Dagur. Og þessi fyrir út. Markus hitt hann ekki. Axel stillir bara upp í aðra sókn á meðan Þessar gera skiptingu. Kári fyrir liðinn með pökkinn. Þetta er varið og hérna á að bjarga í bili en Gulli komir í góða stöðu og Klaufaskapur þarna að missa pökkinn út. Hákon Marteinn setur pökkinn inn í svæðið aftur. Beint, þessi fór beint af frændans Jóa. Mikil stöðubarátta hérna þessar fyrstu mínútur. Kemur Unni, setur hennan beint á Hauk Steinsen og þessi pökkur fer út. Jónatan við honum. Axel missir hennar frá sér og það er skot á marki og Hafþór í kvikni stöðu. Nær ekki skotin á markið en það gerir Unnar. Fast skot sem Jóhann Björgvin er. Þriðja skoti hans í þessum sem hann tekur í þessum leik. Og mikil barátta og Unnar hefur aftur betur hérna. Þá kemur annar skot, þessi fer blokkaður bakvið. Og enn eitt skoti sem Jóhann Björgvin tekur. Þarna var það skýrst mér Andri Mikaelsson sem átti þetta skot og beinti Jóhann. Það eru Unni og Sölvi sem fær í þetta uppkast. Og Gunnar Arason tekur við honum, hundur pökkinn aftur fyrir. Og Gunnar fær bara aftur og tekur skotið í Jóhann nær að setja fótinn í þetta og Essaringar koma pökkinum út. Geta nú byggt upp sókn. Þorgils og Edvard. Fær hann bara aftur hérna. Og það er æsing. Essaringar ekki svona náðu að byggja upp almennilega sókn ennþá. Þetta er búið að vera frekar tilviljana kennt. Akureyringar búin að halda upp í svona stífri pressu og búin að gera það vel. Og það valda Essaringum málskipsvandræðum hérna í þeirra eigin svæði. Það er Ólafur Kári sem var í þetta. Og þessi er laus. Ólafur nær skoti sem fyrir framhjá. Var á það í horninu. Edvard og Ólafur og Edvard. Já. Þessu endar hjá Unnari og það er mark. Fyrsta markið er komið. Unnar Rúnarsson. Lúmskot sem Jóhann held ég hafi nú aldrei haft augun á.
Sjá hérna pökkunum best út, Ólafur vinnur að harfylgi, setur hann á Ólaf og unnar sig og unnar bara platserar hann í vinstra hornið. Þetta svona kannski bara í takt við gang leiksins hérna þessa fyrstu 5 mínútur. Sæingar búin að vera töluvert ákveðnari. Búin að eiga mesta basli með sóknarleikinn sinn, þannig að þetta kemur ekki eins og þurfum úr heiðskýru lofti þetta mark. Sæingar taka þetta og byggir bara sókn. Glæsileg tækling hérna hjá Níels Hafsteinsinni. En Sæingar halda bekkinum þrátt fyrir það. Sæingar geta gert eitthvað hérna. Nei, Kári er bara tekinn upp í battan. Nokkra svona fullorðins tæklingar hérna út á miðjum velli. En ekkert sem Óli eða Sindri gera athugasemdir við. Hákon upp á Lukas. Þessi fer aftur fyrir. Haukur er fyrstur í pökkinn. Arnar hann kominn hún til hjálpar en hættulega leikur hjá Jonathan en það er að sjá Mattías í þetta skiptið. Haukur slögsending og þess að ekki taka við þessu. Andri Mikaelsson finnur Hafþór hann undir en Jóhann er að taka sitt 7. skot en þeir eru ekki komið bokkun út og Gunnar Orri með enn eitt skotið á marki SR-inga og þetta skipti fer bökkurinn út en jú, Axel er undan, hann þetta er ekki æsing vel gert þarna hjá Axel en hann er 1 á móti 5 og það er dómur. Ég sá nú ekki nákvæmlega hvað gerðist þarna en það er Unni Blöndal sem fær fyrstu refsingu leiksins. Það var spurning hvort að Hesseningar geti svo sem náðu allavega 1-2 skotum á mark. Gunnar Arason er að koma þessum út og éta upp nokkra sekundur fyrir Akureyringa. Edvard kemur upp á pökkinn, komur Alex Mána, Alex hérna bara missir heimifallega pekkinum og til að auðvitað fyrir Orra Blöndal að koma þessum út. Það ser ekki að gera aðra tilhörn, það er Axel, hann með Mattíasi, komur einn inn í svæðið og reynir skot. Þetta er varið. Og aftur komaðir Sölvi tínir pekkinum þarna og enn og aftur missaður þennan út. Powerplayið hálfnað og það er bara að segja því svo er að þetta er búið að vera afskaplega dapurt powerplay hjá SR-ingum. Róbert stengur sér markinu, hann er ekki þurft að gera mikið þar sem af er leik. Kári missir hann en ja, vinnur hann aftur. En missir hann í annað sinn.
hálf mínúta eftir af refsingu Unna. Þorgils finnur að Samherja, finnur ekki, en hann fer bara sjálfur með pökkinn inn í svæðið. Skilur hann eftir handa Gulla sem bara tínir hann aftur. Og herðu, hér er allt í einu Þorgils kominn einn og á skot, en Róbert ver Þorgils hérna óvænt kominn inn. SA-ingar höfðu allir í skiptingu, skildi Þorgils eftir en skotið fór beint á Róbert í markinu. Fyrsta svona alvöru tilraun Víkinga í þessum leik. Settur eitthvað að lesa yfir þeim Sölva og Jóa. Og Sölvi tekur þetta. Þar sem pökkinn niður, þar sem Alex Máni pressar, en Gunnar Arason kemst í pökkinn. Gerir vel og kemur pökknum á Jóhann Leifsson sem er langa sendingu yfir. Unni fyrstur í pökkinn. Jóhann býður úti en fær ekki pökkinn. Unni heldur hún satt ennþá. Þangað til núna. En Sölvi hérna í góðri samloku á milli Akureyringa, en Alex Máni er fyrstur í pökkinn og Orri gerir vel þarna. Þetta er mark! Þetta er mark! 1-1. Sjáum hérna Alex Máni gerir vel, virðist sem Akureyringar hafa bægt hættuna frá í bili. Axel sendir pökkinn svona einhvern veginn í von og óvon fyrir, en við sýnist hann fara af Akureyringi í markið. En Axel fær markið skráð á sig, gerir ég ráð fyrir. Og Stúkan hérna í Laugardalnum tekur við sér. Nei, Alex fær markið skráð á sig, samkvæmt töflunni. Og það er spurning hvort að þetta kveiki eitthvað í Víkingum. Hákon með pökkinn upp á Gulla. Og það er dómur. Óli lyftir upp höndinni. Það er Níels sem er að fara út af. Hann ítti við hérna einum Akureyrinum, sá ekki hverjum. Þannig að SA-ingar, Róbert er farin út í markinu og SA-ingar freista þess að vera 6 úti. Þangað til að SA-ingar komast í pökkinn. Og Jóhann með góðri stöðu og það er skot. Jóhann Björgvin ver. Þessi pökkur fyrir út úr svæðinu. Og það er Baltasar fyrstur í hann. Það er bara rólegir, vita það að dómurinn býður. Þessi er inni. Orri Blöndal með skot og þetta hefur verið sátt. Það hefði að vera Arnar Garvelsson sem fekk þennan í sköplunginn, en hann er harður. SA-ingar fjölmennir á sóknarsvæði SA-inga núna. Jóhann leita á opnun, Baltasar. SA-ingar eiginlega bara komast ekkert í pökkinn. Og mark, nei, þessi fór í stöngina og núna flautar Sindri. Þetta er dæfing, heyrðist kalla á stúkunni. Sá ekki betur en að þetta verðskutaði svo sem alveg.
refsingu. Þannig að Akureyringar verða einu fleiri næstu 2 mínúturnar. Sjáum hvort þau getur nýst þann liðsmunn. Og Jóhann Björgvin verður skot þarna frá og fyrstu pökkinn. Þetta á Sölvi og Markus kemur þessu aftur fyrir en ekki út úr svæðinu. Herðu, Sölvi allt inni komin í gegn. Nei, hann missir pökkinn aftur fyrir sig og var komin einn á móti Atla þarna. En mistur pökkinn aftur fyrir sig og þar með fór færiforkurum, þannig að hann hendur nú bara yfir og reynir að vinna nokkra sekúndur. Þá kemur Atli á fleygiferð, fer fram með 3. En Íslendingar ná að stoppa þetta í bili. Unnar Hafþór og Unnar hérna spila pekkinn á milli sín. Edvard hérna aðgáðsharður, kemur pökknum ekki út. Róbert Hafberg með skot og fast skot og þetta er upp í þagnetið. 2-1 fyrir skautafélag Akureyrar. Ekki frá því að Jóhann Björgvin hefði getað tekið þennan. Kannski sér Böggi seint, það með ekki á því. En virkaði svona hættulítið við fyrstu sín. Þetta var aftur á stað, Þorgeir setur inn í sóknarsvæðið. Þar kemur Níels á fleygiferð. Gulli með pökkinn fyrir aftan markið. Snýr sér, finnur skotið en það er beint í löppina á Róbert. Jói róar þetta niður. Glæsileg sending hérna inn fyrir og það er bara 1 á 1. Og Jóhann Björgvin gerir vel í að verja. Myndist það að vera Heiðar sem átti þessa sendingu, þræddi svoleiðis þessa vörnina. Kári sækir hérna að Orra niðri. Orri hefur betur gegn Lúkasi líka. Og kemur þess út og þetta er fyrir æsing. Klukkan er í gangi, það hefur fyrirfarast að stöðva hana eftir síðasta play. En það vantar einhverja 20-30 sekundur sem þarf að bæta við tíman. Jó, það voru 20 sekundur bætt við hérna í tíman og þetta fara aftur á stað. Og það eru Sæingar sem ná að koma pekkinum út úr svæðinu. En Lukas Haukur hérna týnir pekkinum eitt augnablik. En Eskfirðingar ná að koma þessu út. Jónatan gerir hér vel, kemst inn í sendinguna á Lukas sem setur pekkin lengst upp í loft og Róbert grípur þennan.
verður eftir stað, Sölvi og fast skot hérna hjá Axel, reykt yfir slána. Hörbarátta hérna í horninu, ykkur fellur við en byttur fram að nefn á Sindra sem sér ekkert áttavert. Alex Máni fer fram í einum og þetta fer á Æsæðingarna að leysa á þessu. Og það er önnur sendingarna í fyrir en í þetta skipti er það Edvard sem kemst inn í sendinguna. Hann finnur Alex Mána sem er 1 á móti 3, finnur Axel. Axel kemst í góða stöðu og þessi var sýndist að fara í stöngina en þetta er ekki búið. En þá halda þær áfram en Axel missir af þessum. Hann svolítið mikið í því að týna pekkinum eða bara ná ekki almennilega að stjórna á honum. Það er bara það niðri, Hákon, aðgangsvarður. Og sýndist þarna hæstík hérna á látbaraðinu hjá Sæmund að dæma. Og það er uppkast inn í við blá línuna. Kári og Unni og þar hefur Kári betur, Þorgils, sendingu á Níels, finnur Gulla, Gulli í stöðu, skilur eftir fyrir Níels, Níels setur hann fyrir en hann er blokkaður og það er Unni sem kemst inn í þetta. Unni með slaka sendingu, en minnum pökkinn aftur. Þetta var fast skot, þetta fór yfir. Þorgils nær að koma þessu út. Æsæðingar getur eins og að gera skiptingu á sóknarlínu sinna með hann. Gunnar Arason með pökkinn fyrir aftan og byggir sóknina. Þessi sending út í tómið og þetta er æsing. Æsæðingar á að fljóta þessa sókn aftur og Edvard og Matti í miklu kapplaupi. Og það er dómur á Sölva. Sölvi veit ekki hvað hann ástendur veðrið, hann er mjög hissa á þessu, ég persónulega sá ekki hvað fór hann fram. Þetta átti sér stað hérna beint fyrir neðan, eða beint fyrir fram að bekkina. Þannig að 3 mínútur eftir og þar að verða S-eringar einu færri í 2 mínútur. Sölvi vinnur þetta. Það er ekki komað þessu út. Gulli, þessi pökkur fer út úr svæðinu, þannig að S-eringar þurfa að koma sér eftir í steytingar, byggja upp sókn, koma hann inn í svæðið og finna opnanir. Þorgils hérna reynir að vinna tíma og það er dómur. Það var hérna Unni keyrði Hákon niður þegar pökkurinn var víðsfjarri. Óskiljanleg ákvörðun hjá Unna að gera þetta í þessari stöðu en hann þarf að sæta þessa refsingu. Þannig að næstu 90 sekúndur eða svo þá verða 4 menn í hvora liði. Það er eitt opningarsvæði á svellinu.
Þessi pökkur fyrir allar yfir Róbert og já. Einhver draumasending að fara degi á ormi á Róbert. Róbert nátti ekki séns í þennan. Og hann fer í æsingu inn í sóknarsvæði SR. Og Ormur þarna, pökkurinn endar hjá Atla, en Ormur kominn í skotfæri, en þessi er framhjá og hann fer alla leið yfir aftur fyrir mark S-æðinga. Þessir getur leitt fyrir að skipta. Þetta er vel gert hjá Unnari. Svo býðum við bara eftir samverjum, reynir að finna þarna Halldór inn í fyrir fram markið. Þorgils kemur á ferðinni. Týnir pökknum, en finnur hann aftur og lengi að gefa hann þarna. Hákon var komin í góða skóstöðu en Þorgils ákvað að senda pökkinn frekar fyrir markið. Alex Máni og Hákon fer fyrir markið og nær ekki að missi valdi þarna pökknum fyrir fram markið, þannig að S-æðingar snúa verið í sókn. Þar er það Halldór á Axel og Axel blokkar þennan upp í nett. 5 sekúndur eftir af refsitíma Sölva. 38 hjá Unna. Þannig að S er ekki að verða einu fleiri í allavega hálfa mínútu. S-æðingar hafa betur, Dagur fær þennan pökk, lendir í vandræðum og missir pökkinn út fyrir. Sölvi ferskur úr boxinu, finnur Hákon, Gulli er fyrir, og smá ofbeldi þarna fyrir aftan markið. Hákon reyndi að komast í pökkinn og Pétur Sigurðsson vildi ekki hafa það og þarna var pökkurinn laus bara nánast við marklínuna í örskamma stund áður en að Róbert náði að stökkva á hann. Dómarinn hafa ákveðið að færa þetta uppkast út fyrir svæðið. Síðasta mínútan í þessum leikluta. Kári, nei, misskilningur hérna milli Hauks og Kára og Pétur hirðir þennan pökk. En ekki lengi. Kári tekur hann bara aftur. Kári inn í svæðið, reynir að leika á og gerir þetta vel, rétt missir pökkinn og S-æðingar ná að halda áfram pressunni. Orðið jafnt í liðum og það er skot sem Róbert tekur auðveldlega frá Kára. 22 sekúndur eftir af fyrsta leikluta. S-æðingar á að koma þessu út og hann var að fullfljótur að flauta á sér. Pökkurinn fór yfir í svæðið en Róbert var fyrstur í pökkinn. Þannig að í stað þess að taka uppkastið inn í sóknarsvæði SR fer pökkurinn á miðuna. Við sögum upp á sér sjökina hana. S-æðingar
Væntanlega bara að hugsa að halda út þessar 17 sekúndur og komast yfir inn í tilbúningsherbyggja. Markús nær að setja þennan niður. Þar tekur Gunnar Arason við bekkinum. Róbert var ekki vakandi þarna. Eftir þessi hinga við inn á því að hann var að fá sendingu frá Gunnari og þessi fer bara yfir í æsing. Þessir hingar hafa 5 sekúndur til að gera eitthvað. Það þarf bara að koma pökkur beint úr uppkastinu og á markið. Þetta á að telja og það er ekki að fara að gerast. Þessi bara deyr á milli leikmanna og þetta rennur út. Fyrsta leikluta í öðrum leik úrslitakeppninnar lokið. Skautafélag Akureyrar 2, Skautafélag Reykjavíkur 1. Tökum okkur 15 mínútna hlé og komum svo aftur með annan leikluta.
Jú, komið sæl, velkomin í annan leikluta. Staðan 2-1 fyrir Skautafélag Akureyrar. Hugsa nú að Akureyringar geti farið svona sáttar enn í búningsklefann eftir fyrsta leikluta. Þeir svona voru heilt yfir sterkari. Ersinningar komist aldrei á flug almennilega. Þannig að spurning hvað Mílós þjálfari hefur lagt þeim í leikliði. Sheldon Riesbach þjálfari S-æðinga væntanlega aðeins hófstiltar í málið sínu, en S-æðingar koma hérna aftur. Jóhann Leifsson Unni hérna fyrir aftan, finnur ekki bökkinn og það er Axel sem tekur við. Edvard á Markus. Það var góð sending frá Markusi á Sölva sem náði ekki alveg að höndla bökkinn á spaðan. Þessi bökkur fór í netið, þannig að það er uppkast. Þessi líka svona þurfa nauðsynlega að fara, já, finna næsta gír. Það er mjög erfitt andlega að vera 2-0 undir í innvígi og eiga eftir að fara norður. Það er mikil brekka, þannig að þetta er svona fyrir þá mjög mikilvægari leikur upp á framhaldið að gera. Að samanskapi hljóta Akureyringar að velja skapa sér smá svona rými. Mega kannski tapa einu leik. Þeir vilja eflaust fara út úr þessu einví með sópinn á lofti. Ersaringar í ákafri pressu hérna og það ber árangur. Níels finnur bökkinn en Hákon hérna gerir vel, snýr af sér einn og sendur bökkinn niður í horn þar sem Níels kemur á askvaðandi og Atli leysti úr þessu og hann er klaufaskapur hjá SA og Níels með bökkinn fyrir og það er blokkað sem kemst aldrei inn í. Það er svona aðeins, Ersaringar aðeins líflegri núna, koma allavega meira tilbúinir inn í þennan leikluta heldur en fyrsta. En nema Haukur Steinsen, hann lendir í vandræðum þarna, missir bökkinn og Jóhann gerir þar á bjargunum. Og það er Hafþór, reynir þetta lúmska sending á Andra Mikaels. Það hefur flott þegar tekist, en Haukur Karvels klaufi ætlaði að koma bökknum út í svæðinu, en veit ekki betur en að hann lyftur bökknum bara einfallega of hátt og upp í stúku og fær að sitja í boxinu næstu 2 mínúturnar. Ódýrar RFC mínútur hérna hjá Hauki. Það er oft þessi atriði sem skilja liðina að því svona einvíum. Ekki mikið sem ber á milli þessara liða, þannig að Edvard nær þessum og sendir bökkinn hérna út fyrir svæði. Jóhann tekur við honum og fer með hann upp. Með slaka sendingu á Jói og hleypir Níels hérna í gegn. Gunnar Arason og S-eringar brjálar vilja fá holding hérna. Það fá ekki neitt fyrir sinn snúð. Það var nú beint fyrir faramann Óla, þannig að þetta gengur eitthvað brösulega hjá Akureyringum að koma bekkinn alveg í leik. En hér komaði 3-2, Unnar, Hafþór og Ólaf og glæsilegt blokk hjá Hákoni. Fórnaði sér þetta fyrir liðið. Örugglega með marbleitti á lærinu á morgun. Og þessi fyrir út af Hákon náttúrulega misti að fyrsta leik liðana. Hann fekk 2 leikja bann í leik þessar liða hérna í Reykjavík í deildinni. Sá dómur var í bestafalli vafasamur og úrskurður hann nefndar enn frekar, en það er bara svona. Það kostaði hann 1 leik í úrslitakeppninni.
Æsæðingar ekkert náðu að ógna Jóhannu Björgvin í markinu í þessu powerplay. Það eru 50 sekúndur eftir. Og vel gert þarna hjá Kára. Bara tekur hann beint úr face-offinu og yfir til Róberts. Og Róbert hérna á lélega sendingu ætlaði að Unnari og Alex Máni komst inn í hana og aftur fyrir bökkurinn yfir og enn lélega sending og hörð tækling hérna. Róbert sem keyrði niður Edvard löglega. Æsæðingar hafa ekki náðu að skera nokkuð skamman hlut í þessu powerplay, 6 sekundur eftir. Og þessi fyrir væntanlega í æsing. Já, þetta er álíka slagt powerplay og fyrsta powerplay S-eringa þessu leik. Það var nákvæmlega ekkert að frétta. Og það er uppkast í sóknarsvæði S-eringa. Væntanlega fyrir Jóhann Leifsson sem fyrir það. Ekki með þykkustu skeggrót landsins en enga síður fúlskeggjaður. Axel með skot, þetta fer beint í kjöldun á Róberti. Og Sölvi og Jói mætast aftur. Og Sölvi tekur það enn aftur. Búinn að vera með Jóa í lás í þessum face-offum í leiknum í dag. Og ræsing í sóknarsvæði Akureyringa. Og S-ængarna á að byggja hérna upp eitthvað. Þessi hérna dettur fyrir framann og Unni og Edvard einhverjum stimpingum þarna. Jóhann náði að frysta þennan pökk. Sýnist þarna að það voru Heiðar og Kári. Níels og það er dómur. Það sýnist að vera Hafþór. Jú, Hafþór er það sem krækir þarna í lappirnar á Níels sem var að reyna að vinna sér stöðu í sókninni. Ekki grófasti dómur sem við séum hérna í kvöld. En mér sýndist nú Róbert ekki, hann Hafþór ekki gera neinar athugasemdir við þetta. Þannig að S-eringar fá tækifæri til að nýta sér yfir töluna. Þessi pökkur dettur bara niður dauður og það er eitthvað sem leggst hún á pökkinn bara. Mikil þvaga hérna. En S-eringar ná að halda þessu inn í svæðinu. Hákon tekur við pökknum fyrir aftan markið, finnur Gulla. Gulli nær ekki að gera sér mat úr þessu. Og þessi pökkur fyrir út, þar sem Þorgils bara tekur við honum. Kári ætlar að fyrir fram hjá Degi. Heiðari segi, hann fær bara alla leið og hittir ekki alveg pökkinn en Gulli færir hérna niðri. Þorgils verið fyrir sér stöðuna, fyrir Hauk. Haukur hittir ekki pökkinn. Hákon aftur á Hauk. Hákon og finnur Gulla og það er bara aftur fyrir fram markið en Róbert nær að frysta hann og það verður allt vitlaust.
En menn eru fljótið niður. Og skauta það bara saman út af við mesta bróðinni. Nýja línur komnar inn á. Ferska lappir. 1 mínúta eftir af þessu powerplayi. Alex Máni fyrstur í þennan. Edvard, Axel. Verið fyrir sér skot, Finnur Sölva. Nei, Níels segi ég. Edvard. Níels aftur. Axel. Var að fara að hlæði skotið en Halldór gerir vel. Pikkar pökknu frá Axel. Pökkun út úr svæðinu. Vestfirðingar gera aðra tilraun til að byggja upp sókn. Edvard í skotstöðu. Edvard þannig að laumaði pökknum inn á Alex Mána og sem náði að pikka í hann en Róbert sá við honum. Það mátti ekki miklu muna að Andri færi í gegn. Þetta er að renna út í sandinn hjá Vestfirðingum. Hafþór er komin inn á, þannig að það er jafnt í liðum. Þorgil, sendinga Kára, Kári skilur hann eftir frá Gulla. Fín tilraun hérna til spilamennsku. Þótt hann hafi ekki gengið upp. Gunnar Arason fyrir undir. Andri þarna komst óvænt í færi fyrir framann en Jóhann Björgur sá við honum. Hafþór alveg svær á Andri en Jóhann Björgur sér aftur við þeim. Og þriðja tilraun. Í hliðanettið. Vestfirðingar er nauðvörn hérna núna. Þorgils gerir vel. Þessi er hérna Hafþór upp en Vestfirðingar halda þessu. Jóhann Björgvin tekur þennan frá Gunnar og fyrstu bökkinn. Þannig að það fer í uppkast. Þung pressa frá Akureyringum þessu stundina. Haukur og þarna var Unnar komin í færi, þessi fór yfir. Unnar heldur bara áfram, sækir bökkinn í horn, setur hann fyrir. Það er Róbert, finnur Unnar aftur. Og þessi, Bergþór nær að halda hann að þessi vinni. Nei, Ingólfur kallaði út. Mér sýndist hann hafa náð að halda hann í leik en Ingólfur línudómari var ósammála. Og það er offside. Þeir fara inn í sóknarsvæði Vestfirðinga. Taka uppkastið þar. Og Sölvi tekur það. Axel með góða sendingu Edvard. Edvard elskar að skjóta og nei, reynir að finna Axel í staðinn. Hann er alveg mátt lúðra bara þessum. Ekki gerir Axel mikið við hann. Róbert gerir vel, hirðir hann að Markusi, finnur Unnar og glæsileg vörn hjá Axel Órangvan. Hann er ekki bara markahæsti maður, hann kann að verjast líka. Og það er skot yfir og pökkurinn fyrir undir Róbert en hann hangir á honum. Það eru fyrirliðarnir, Kári og Jóhann sem ætla að bítast um þennan. Bokkur best til Þorgils. Þorgils hérna með pínu panikskot, kemst upp með það. Og Níels, lélegt skot hérna, fekk hann undir spaðan og Hákon sækir að. Þeir halda þessu vinni, Kári með skot.
Vestfirðingar ná að setja smá pressu núna en Jóhann leysir úr þessu. Kemur að ferðinni. Og þetta var vel útfært þarna. Jóhann fekk pökkinn fyrir framann. Vantaði bara að lyfta honum örlítið herra, þá hefði hann endað inni. Jóhann er markaðasti leikmaður Akureyringa í vetur sem svo oft fyrr. Arnar Garðarsson þarf eitthvað að skoða skautana sína, hann er búinn að detta tvisvar hérna á stuttum tíma og það er dómur. Unni að fara í þriðja skiptið. Hann enda bara með Kára ón á sér, sýnist mér. Hausinn á Unna eitthvað mjög vanstilltur í kvöld. Þetta er í þriðja skipti sem hann fer í boxið. Nei, sýnist að Kári sé á leiðinni með honum. En, jú, Kári fer með honum, lætur eitthvað vel og alveg orðfalla þarna. Kári er ekki sáttur við að hann fái dóminn á sig. Og vægast sagt ósáttur. Ég sá ekki betur en að dómurinn á Unna hafi verið fyllilega verðskuldað. Þetta sé búinn að eyða meiri tíma í boxinu heldur en á sellinu í kvöld. En þeir eru 5 og 5, enga síður, af því að þeir fóru báðir í boxið. Tæp rangstaða þarna. Þetta fara aftur í gang. Það eru Unnar sem er með pökkinn í sóknarsvæðinu. Mási Vítis hérna gegn Edvard. Mikill skrokkur. Sýnist þarna liggur leikmaður SA á sellinu. Atli sárþjáður hérna, ekki gott. Bara hann er búinn að fylgjast með honum hérna, hann er búinn að gera svona 3 tilraunir til að standa upp og bara lappirnar leyfa það ekki. Það hefur fengið eitthvað högg. Það verður einhver hérna viðskipti í. Ég er heila að mista eitthvað gerðist en ég sá hann bara liggja eftir og það er kallað eftir pörum. Þetta er ekki gott að sjá. Sá strax að hann var mjög þjáður og það var nú gott að það sé sjúkraflutningateymi í húsinu. Við kemur Atli með börurnar inn á og Ari ætlar að lyfta undir með honum. Þetta er fjölskyldusport. Atli, faðir Sölva Atlasonar og Ari, faðir Gunnars Arasonar. Ari kallir bara til leikmenn til að halda á þessu. En já, vonum bara að þetta sé ekki alvarleg meiðsli og hans Atli snú aftur á svellið fyrir seinna. Við viljum sjá menn skauta af ísnum en ekki á börum.
og þá fyrir leikurinn eftir í gang. 5 leikmennin á sveitinni hverju liði, útileikmenn, og Unni og Kári þá í refsibóksinu eftir þeirra viðskipti. Hákon fær hann, setur pökkinn niður. Haukur fyrstur í pökkinn, nær ekki að gera sem að úr þessu. Þessæðingar ná ekki að komast út. Hákon fyrst í pökkinn, en má ekki við margnum hérna. Þá komast Þessæðingar í vanlega stöðu. Unnar sendir hérna sendari fyrir á dag. Og glæsilega tæklingarna hjá Hákoni. Þorgils fær. Þetta endar með því að Þorgils tekur pökkinn. Setur hann bara upp. Þar tekur Orri Blöndal við honum. Hann finnur Hafþór. Nægan tíma. Skotið sem Hákon blokkar. Sendir pökkinn yfir og þetta fristur Jóhann Björgvin. Þetta var í gang aftur og þetta gerir Arnar vel, kemur pökkum út úr svæðinu og SR ná að setja smá pressu við markessa. Ormur finnur Unnar hérna, Unnar finnur bara Orm aftur en SR-ingar ná að halda þessu Unni, ekki lengi, þetta var slögsending hjá Jónatan. Góð vörn hérna hjá Hauki Steinsen. Og þetta er vantilega holding, trúi ekki, nei. Svona ekki betur en að Jónatan hafi bara hreinlega hangið í SR-ingnum. En komst upp með það. Axel, 1 af 2. Snýr bara við, býður eftir samherjum, finnur og þessi endar í netinu fyrir á markið og það er uppkast. Engin mörk þá í þennan annan leikluta. Það styttist alltaf í markið. Unni kemur þessum út. Sæðingar ná að byggja hérna sendinguna. Tók 2 SR-inga á leik. Markus gerir vel, kemur pökkunum út. Fær Axel og Unni í kappi. Enn er það Axel. Hann finnur Edvard. Við getum að láta, nei. Ingólfur dæmir rangstöðu, afskaplega klaufalegt. Í þeirri stöðu sem var komin upp. Voru þarna 3 af 2. Góður í sóknarstöðu. Sá ekki hverja var sem var komin inn fyrir en það er uppkast. Og þessi endar hjá Róberti sem ákveður að bara frista pökkinn. Tók sér svona 3-4 sekundur í hugsun hvað hann ætti að gera áður en hann læsti pökknum. Þessi fór í skauta og það er annað uppkast. Ingólfur kastar aftur upp og þessi endar hjá
degi. Þorkelsson er að halda þessu inni, ekki lengi. Og þarna eru Kári komur úr boxinu. Gerir vel, fer aftur fyrir markið. Finnur Hákon. Hákon pökkinn yfir á Þorkels, fast skot, en þetta fer beint í sköflungin á Þorkels, á Hafþóri segi ég. Hákon byggir upp bara sókn. Sér annar leiklítið búinn að vera full rólegur fyrir mína parta. Jónatan Haukur nær ekki, en Jónatan gerir hrikalega vel í að vinna þennan aftur. Og Hákon fara bara enn aftur. Hákon er að fara sjálfur núna uppsvellið. Fer fram hjá einum og fer fram hjá tveimur. Hákon er að fara bara allavega aftur fyrir. Skilur pökkinn eftir handa Lúkasi. Þessi fyrir æs, já, nema, jú, nei, þeir ákvaða að spila. Það er Haukur, slagsending hérna hjá Hauki, en Sölvi bjargar honum, fær þennan í skautan og pökkun út úr svæðinu. Gunnar Ara finnur Unna hinum megin. Þarna komst Gunni fyrir sendinguna, annars hefði Alex Máni verið komin 1-1. Skrítin leikur hérna síðustu svona 4-5 mínúturnar. Það er bókstaflega ekkert búið að gerast. Liðin fara hérna fram og tilbaka, missa pökkinn klaufalega. Boltinn inn út úr svæðinu. Ormur hérna með skot fram hjá. Þessi sending út í tómið. Jónatan tekur við. Slög sending, bara í takt við það sem búið að vera að gerast hérna síðustu mínútur. Nú róar Haukur leikinn niður. Bíður eftir skiptingu. Væti upp Kára á bekkinn. Níels, hann er snöggur. Hann keyrir inn í svæðið. Þetta er dómur. Þetta var algjört óvilja verk, en Níels sló Kilvunni óvart í andlitið á Bergþóri. Þannig að Bergþór féll við og Sindri var fljótur með höndina upp. Ekki yfir þessa kvarta. Þetta var óvilja verk og fór heldur ógætilega með Kilvuna. Þannig að S-sæðingar verða að óbreyttu einu fleiri í 2 mínútur. Seinasta powerplay þeirra var afleitt, þannig að þeir hljóta að vilja gera betur í þetta skiptið. Markús þarna kemst fyrstur í bökkinn, setur hann niður. Og vel gert þarna hjá Hauki. Það er samt ekki komið bökknum út. Það er mikil barátta í horninu. Sölvi hérna á 4 fótum. Þarna líður Erfsringu vel, þarna vilja þeir hafa pökkinn. Það var ekkert að gerast á meðan, en
Það er skot. Lúmskot hjá Unnari. Jóhann Andar vaksinn. Tekur hann. Gunnar í stöðu. Unnar fær hann á Gunnar. Gunnar með afleitt skot. Ólafur finnur Hafþór sem er komin í Unnar. Ekki gott skot en SA-ingar halda bekkinum. Unnar aftur. Föst sending fyrir þarna. Hafþór nær valdi á honum og kemur hann aftur í spil. 50 sekúndur eftir að powerplayinu. Andri hérna komin inn á. Gunnar. Lúmskot auðvelt fyrir Jóhann Björgvin. Sá hann allan tíman. Þannig að Eskfirðingar ná að setja ferska lappir hérna síðustu 35 sekúndurnar í þessu penaltykili. Og Jói nær að halda þessum inni. Orri tekur við honum uppi, Unni. Þeir halda áfram að leita glöfum. Unni, Orri, aftur á Unna. Þessi er hátt uppi. Jói fyrir bara út með pökkinn. Og þetta. Bæði liður á fullt skipuð. Aftur dómur. Unni hérna, Hákon tekur einn í battan, fær 2 mínútur og Unni keyrir í hann. Hákon ekki sáttur við dóminn. Hákon fer mjög ósáttur í boxið, þannig að SA-ingar klára þennan leikluta einum fleiri. Það er einhvern... Jói lætur nokkur vel valin orð við dómar að falla þarna, skilur ekkert. Ekki fyrsta sinn sem hann hefur athugasemdir við dómgæsluna. Það er þá nárast, penaltykili var nýbúið þegar Hákon fór aftur í boxið, þannig að þetta eru 4 mínútur straight sem SA-ingar einu færri. Fyrir utan það er erfitt að skora mörk einu færri, þá tekur þetta mikið á bara líkamlega og það er dýrt að vera í boxinu. SA-ingar taka þetta face-off, reyna að byggja sér eitthvað upp. Léleg móttaka þarna en Þorgils, þetta hefði nú getað orðið eitthvað en Þorgils liggur eftir. SA-ingar halda bekkinum þarna. Hafþór. Gulli hérna mist ekki. Gulli hérna bara án kylfinu á sellinu, hann bara skautar hérna á milli. SA-ingar ná að koma þessu út, þannig að menn skauta hérna út á og fara í skiptingu.
45 sekúndur eftir. Unnar kemur á siglingunni inn. Þvingaði niður í horn þar sem Haukur tekur á móti honum. Jóhann bara með fast skot. Þessi fer yfir. Ekkert mjög langt yfir stána. Og þarna flautað. Einhver reikistefna þarna fyrir framann. S-eringar ósættu við Andra Mikaelsson, ekki fyrsta skipti. Sýndist að leikmaður SA hafi verið aðeins of aðgangsharður við Jóhann Björgvin í markinu. S-eringar taka þetta face-off, Axel fyrstur í pökkinn, reynir að koma hann út, nærði ekki. Og Jóhann með fast skot, þetta er mark. Unni Blöndal fylgir eftir förstu skoti frá Jóhanni Leifsinni á afleitum tíma fyrir SR, 2 sekúndur eftir af leikhlutanum. Alveg svo í síðasta leik, nánast flautumark hjá S-æðingum. S-æðingar fagna hérna vel og mikið. Sjáum hérna, Jóhann fær pökkinn, fast skot sem Jóhann verið vel, Unni fylgir eftir og hann liggur í netinu. Það er ekki mikið sem skilur þessi lið að, en það eru svona moment þegar menn fara í boxið í lengri tíma. Það er erfitt og þetta fjarar út og fjallan glimur. S-eringar þurfa að fara núna í rækilega naflaskoðun á milli leikluta. Við tökum okkur hlé, komum aftur eftir korter.
Jæja, velkomin til leiks í þriðja og síðasta leikluta í þessum öðrum úrslitaleik Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar SR-ingar með bakið kyrfilega upp í vegg, staðan 3-1 fyrir þessa og þeir þurfa að finna að minnst okkosti 3 mörk til að fara ekki með 2-0 ósigur hér norður hérna á 5. daginn síðan næsti leikur. Og þetta er farið í gang, Sölvi og Jói. Við trúum ekki öðru en að fáum að sjá SR-inga alveg hérna í 5. gír. Edvard með skot, þetta fer beint í Gunna og Jónatan hefur betur gegn Unna en Hökkur er beint á Jóa. Jói bara damparinn fyrir aftan mark og fyrir skiptingu. Edvard tekur við. Og hér SR-ingar ná klúra þessari stöðu. Reynum að senda góða sendingar hérna, heyrist það bekk SR. Orðið tíma mælt og það er skot. Hákon tekur við þessum uppi á blálínni. Fer fram þarna við listilega framhjá Unnari. Þessi Gulli með þennan í stöngina, Hákon með lúmska sendingu. Gulli náði að setja pökkinn í hann. En það vantaði nokkra sentimetra til vinstri. Svo þetta er í netinu. Orri hérna bara til Lukas. Markus tekur við þessum, setur aftur niður. Orri klessir bara Lukas upp í battan. Og þessi farin út. Komur í góða stöðu hérna. Hafþór lúrir hérna fjärstenginni, rétt missar af bekkinum. Þá kom SR-ingar, Lukas bara hendir að beint á Róbert. Vestmanni missir að þessum og Gunnar tekur við. En pökkurinn áfram inn í sóknarsvæðinu, Axel með skotið, Róbert bæir honum frá. Og Edvard tekur við honum hérna fyrir þetta blá og setur hann aftur niður. Það kemur Jói. Missir af bekkinum. Sölvi setur niður á Hákon. Hákon kemur upp. Skoða svellið. Tekur bara skotið. Löngu færi. Róbert frændans verð það. Fínn spilakafli hérna á SR-ingum en Björn nær að snúa Níels niður. Unnar einn á móti Jónatan og sjáum við Róbert Haber kemur á flegi ferð og fær ekki sendinguna og Hákon slökk sending, Jónatan að leiðin inn fyrir en einhvern veginn böðlastir hérna. Þá kom SR-ingar, Ólafur ekki langt frá því. Og þetta hefur náttúrulega æsing. Lukas þarna með tilvíðunarkennda sendingu fram.
Níels á þennan. Haukur tekur við hann fyrir aftan markið á Lukas sem fær á sig tæklingu. Jónatan tekur pökkinn. Róbert setur hennan í spil. Jóhann sendir þú yfir. Hafþór tekur við. Lúmsku pökkur hérna yfir. Jóhann skrefin á eftir. Þetta er Rámstaða. Þarna var Andri kominn allavega metrinn fyrir þegar Axel fór með pökkinn inn í bláa svæðið. Hérna gerir Alex Máni vel, vinnur pökkinn og þessi fer yfir í æsing. Tíminn vinnur með Akureyringum, 5 mínútur búnar af fyrsta leikluta og engin mörk komin ennþá. Sækja vinna þennan bökk. Baltasar skoða svellið, hann er með Hafþór með sér. Eða unnar sig, þarna hinum megin. Axel með pláss. Sölvi með honum. Axel gerir vel að þarna. Pökkinu óvart í skautan. Alex Máni gerir vel nær pökkinum. Ormur hefur betur. Og þessi föstur en Hákon er á honum. Sendir á Gulla. Gulli með pökkinn fyrir, þar er enginn á fjær og þarna verður einhver árekstur. Sé ekki betur en að Alex Máni flýgur inn í markið. Ormur og Kári skiptast á einhverjum orðum. Sjáum hérna aftur Hákon yfir á Gulla. Já, hann dettur bara hann inn í markið. Ekki til þessu, en hann taka bara uppkast og hefur leikinn að nýju. Sænkar eiga þennan bökk. Róbert geysist með hann upp. Fer með hann alla leiðinni sæðið, missir hann. Þá er Kári. 1 móti 3 sæðingum. Það gerir vel. Kemst næstuð í skotstöðu. Þá kom sæðingar, 4 og 3. Slokksending. Og þessi fer alla leið yfir. Það er ákveðið að spila áfram. Þorgils bíður eftir að skiptingarnar klárist. Það kemur Hákon upp. Hákon á Hauk sem fer inn með Lukas kominn hérna undan Hauki inn í svæðið. Annars skipta á stuttum tíma sem spila sér Rámstaða. Miðað við byrjunina á þessum leikluta þá er
ekki margt sem betur til þess að skautafélag Reykjavíkur ætla að blanda sér í baráttuna. Ekki búinn að, Róbert búinn að eiga svona frekar náðu hann þriðja leikluta í markinu á SA, það sem það er. En þetta er fljótt að breytast. Hafþór með pökkinn hérna. Stöða blokkað. Jónatan hann fekk á sig harða tæklingu, liggur aðeins eftir. En harkar þetta af sér. Sölvi finnur Alex manna inn í sóknarsvæðinu. Alex þarf að bíða og slaka sendingu sem Unni kemst í gegn og kemur bökknum út. Ábyggja sendingar upp. Svo, Kári kemst nú ekki langt. Hann er tekinn á bláa svæðinu af Jóa. Eftir því að vinna bökkinn aftur. Alex Máni. En þeir tapa hann jafnharðan. Jóhann tekur við honum. Jóhann kemur þessi leik. Edvard. Hóta skotinu, fyrir niður, fyrir markið. Það tekur gulli við honum, Kári. Með skot. Þetta fyrir að spaðanum á Níels. Og nú koma Unnar. Hákon með fastan, veit ekki hvað hann var að flauta. Sýntist hann ekki betur en Hákon var að koma inn fyrir línuna. Haukur vinnur þennan, Þorgils tekur við, bökkinn upp og hann fer út. Dagur sendur bara aftur niður. Jón Björgur missir á honum en Þorgils tekur við. Missir bökkinn til Hafþórs. Hafþór fer hérna fram í Hákoni. Þetta var flott sending hérna í Hafþóri. Beint fyrir markið. Andri mist á honum. Hákon tekur þennan af. Slagsendingarnir á Unna, beint í Edvard. Haukur. Þungt touch hjá Andra og Jói bara kominn í gegn. Reynir að finna þarna Baltasar. Heldur pökkinum samt sem maður. Sendingarna á að leysa á þessu. Lukas upp fyrir Arnar. Þung tækling hérna. F-sendingar vilja fá eitthvað fyrir þessu snúð, fá ekki neitt. Baltasar lagðist flatur ofan á Arnar. Hákon og Kári með góð. Hákon fann pláss þarna. Þetta er dauðafæri en það er flautað. Hákon og Kári spilaði þarna vel saman. Pökkunum var laus og Alex Máni var ekki langt fyrir að komast í hann. Svo losnaði markið. Sjáðu þarna
Hákon finnur blásið. Svo fyrir markið af stað. Kári gerir vel í að halda í pökkinn hérna, en fær á sig tæklingu frá Hafþóri. Hákon og Róbert Hafberg í kapphlaupi. Róbert og Jóhann gerir vel í að verja þennan. Kemur hann aftur í leik. Níels finnur Kára á miðunni. Kári reynir ykkur sjenningens, en Ormur sér við honum. Þungt tötts hérna hjá Níels sem missir pökkinn, og þessi fer bara langt upp í loft. Léleg sending, Hafþór kemst í hennan, finnur Dag. Heiðar segi ég. Andri með pökkinn í horninu, með Hauk í bakinu, og Markus afgreiðir þetta bara. Lukas nær ekki pökkinum, þannig að þessi fer aftur fyrir bara. Ærseningar reyna að byggja upp sókn aftur. Þeim fækka mínútunum fyrir Ærseninga. Þeir þurfa að fara að gera eitthvað til að koma sér inn í leikinn. Ærseningum líður bara ágætlega í sínu skinni hérna á vellinum. Þeir eru reyna bara að standa fasti fyrir og gera sitt. Kári finnur Níels upp í hornið. Gulli býður inn í. Níels gerir vel í að snúa hérna. Jónatan. En Vörn S dílar við þetta í bili. Það verður eitthvað misskilningur. Kári skauta bara fram með pekkinum. Kári 1 móti 4 með sæðingum. Þarf að stoppa og hittir ekki pekkin hérna. Dettur svo vona á hann og þarna er eitthvað þaga. Og Haukur á þetta, finnur Hákon sem bara tekur skota Róbert og Róbert er og kemur pökknum í leik. Langur yfir, þau spila áfram. Edvard Edvard býður eftir liðsauka. Finnur Sölva hérna. Sölvi með einni gegn klofið á Alex Mána. Alex reynir að skjóta 2 tilraunir en Róbert sér við honum og þessi fer í æsing.
S-ingar hafa 5 mínútur til að skora þessi 2 mörk sem þarf til að jafna. Búin að skora 1 á 55 mínútum, þannig að líkurnar ekki með þeim. Hákon hérna með slaka sendingu Baltasar, en Hákon er að blokka skotið. Þá kemur Edvard upp svellið. Finnur Axel, ónákvæm sending. Mikið barata hérna milli Þorgeirs. S-ingar hafa betur hérna, Gulli. Enn ein rangstaðan á S-inga. Ævintýralega klaufalegt. Þriðja skiptinu á stundum tíma. Þorgils með skot af löngu færi sem Róbert tekur næsta öfella og hann fristir bökkinn. Þetta fer í gang. Hákon er á handólum minni, setur svona Gils missir þennan og kemur hérna skot sem Jóhann Björgur tekur auðvitað en Unnar á frákastið. Þessi bökkur fyrir út. Þarf að gefa S-ingar kredit fyrir sinn leikindi þegar leikluta. Þeir bara eru búin að fókusa á varnarleikinn, halda sínu. Hafa gert lítið sóknarlega en staðið vörnina þó fastar. Leyft S-ingar bara að sprikla og Edvard með fast skot yfir ykkur barata hérna í horninu. Það leysist úr þessar flækju. Sölvi þéttur pakkið hérna fyrir framann. Alltaf séns að koma pökknum í gegn. Axel, fast skot, beint á Róbert. S-ingar búin að byggja smá pressu. Erfitt að finna opnanir. Axel nýttir hraða sinn og snerpu en Dagur sér við honum. Flott vörn hjá honum. Tvær mínútur eftir og S-ingar reyna að finna eitthvað. Hákon og Róbert á þennan. Þetta er að Mílós kalli leikli. Opnar leikbókina sína og reynir að töfra fram eitthvað á þessum 2 mínútur sem eftir eru. Það þarf að verka stórgóðslegt því að S-ingar eru bara búin að vera með þennan leik í lás bara allan þriðja leikluta.
Kemur ekki óvart út að þeir ákveða að taka Jóhann Björgvin af velli og fjölgi í sókninni. Það mætast fyrirliðarnir í aukasti. Jói á þetta, en pökkurinn til Þorgils. Haukur. Enginn í markinu hjá SR. En Kárin er í þessum. Þorgils. Þeir þurfa að töfra eitthvað fram, annað en þetta. Kári bara lætur vaða markið. Og það er S-æingar sem komið í veg fyrir að S-æingar skjóti yfir völlinn. Þeir ná að halda honum í spili. Sölvi, Kári. Þetta er full hægt. Kári með fast skot framhjá Hákon fyrstur í bökkinn, en mikil barátta í horninu hérna. S-æingar halda pekkinum. Hákon finnur Kára. Þorgils afleitt skot. Hákon potaði hann á þarna og Haukur náði, eða Sölvi sem potaði honum. Haukur náði ekki til hans. Þarna vilja S-æingar hafa pökkinn bara. Tíminn líður og ekkert sem hægt er að gera. Jói lætur Sindra heyra, hann hérna fyrir hvað veit ekki nákvæmlega. Fyrti 4 á klukkunni og Jóhann er komin aftur í markið. Róbert, slagt skot. Edvard tekur við. Þetta bara svona fjarar út. Hægt og rólega. S-æingar eru komin með sópan í aðra hendi. Fara með 2-0 forystu norður. Þar sem þeir geta klárað þetta einvígi í næsta leik. S-æingar bara byrjar að fagna hérna á bekknum. Þetta séu 10 sekundur eftir. Og þetta klárast. Ekki meir í þessu. Staðan í einvíginu. Já, staðan í leiknum. Skautafélag Akureyrar 3, Skautafélag Reykjavíkur 1. Staðan í einvíginu. Skautafélag Akureyrar 2, Skautafélag Reykjavíkur 0. Þannig að úrslitin gætu ráðist á Akureyri. Ég held ég sé að fara rétt með að leikur sér á 50-daginn, en tekja á netinu allavega áður en að þið mæti í höllina. S-æingar yfirgefa svellið á meðan Skautafélag Akureyrar þakkar sínum stuðningsmönnum. Þokkalasta mæting frá þeim í kvöld, en já. Svo bara spurningi hvort að næsti leikur hérna í Skautahöllinni verði helgina eða þá bara á næsta tímabili. Við sjáum til, en við þökkum fyrir okkur í kvöld.